En allan, hérna ég komin á hjálparsíðuna, help.turnitin.com og þið sjáu hérna eru alls konar hugbúnaðar sem þeir eru með. Þannig að til að við förum í það sem heitir FIBA Studio til að náða aðstöðuna frá okkar. Og þið sjáu svo komum við hérna undir, þá eru alls konar leiðir til að nota þetta. Og þannig að Sunna þarf að ná sér í hjálpina hérna, þannig að hún fer hér undir Moodluna og þá þarf hún að vita líka hvaða plugin sinn skóla er að nota. Skólinn sem hún er í notar annarkvort mjög líklega þetta en gæti líka verið með þetta í dag. Þannig að maður þarf að vita svona grunnatriði. Þannig að og fyrir okkur í Canvas, þá fyrir við hingað og þá fáum við tvær viðbætur. External og plug Petrus og það er þessi ég ætla að fjalla núna. Og þetta er svipað svona í Moodle, bara aðeins öðruvísi, mjög svipað, svona svipuð uppbygging. Þannig að þess tvær sem við ætlum að skoða. Svo þegar maður segir mér ætla að nota þess og síðan þess ekki hjálp, þá get ég sótt það út frá markup. Þannig að þetta er svona alveg strúktúr upp þessi hjálparsíða. En munurinn á þessu pluginum, sem viðbótum er reyndal íslensku, þið sjáu hérna er svona matrixa linkur hér af hjálparsíðunni. Þannig að þið getið fundið hana ef þið farin á help.turnitin.com undir Canvas. Svo ég held ég búin að opna það, ja. Og þá lítur það svona út. Þannig að ef skoðum aðeins hver munurinn er á þessu viðbótum, að þá er það sem við erum núna svona meira að nota upp í Háskóla Íslands er þetta hérna, Plagiarism Framework. Vegna þess að þá erum við bara að nýta okkur ritskimunar hluti á Turnitin. Turnitin er margþætt, það er ritskimunar hluti, það sem hún að skoða textan við áður útgefna texta og nemendaritgerðir. Það er endurgjafaverkfæri, þannig að þú getur með virkilega góð tól til að gefa endurgjöf, til að strika inn á, til að vera með námsmatskvarða, rúbriku og þú getur meira að segja líka verið með hraðbanka umsagnir og það er það sem að ástæðan fyrir því að margir vilja freka vera að nota externa tól því þá getur þú nota það. En við erum svona þeir sem ekki hafa notað Turnitin áður, þá erum við ekki áherslu að nota Plagiarism Framework. Vegna þess að þá ertu að nota hjá okkur Canvas meira og af því að þá notum við SpeedGraded ekki af endurgjöfina. En þetta er svona að Turnitin er ritskimun, það er endurgjafaverkfæri og það er jafningjamatsverkfæri líka sem er líka inn í Canvas. Þannig að maður þarf alltaf að nota Turnitin megin eða Canvas megin. Og með því að velja Plagiarism Framework þá er maður bara að nýta sér ritskimunina, ekkert annað. Og það er ekki samtal á milli forritana nema varðandi ritskimunina. Og það sem er kosturinn við Plagiarism Framework þegar að láta nemendur skila verkefnum er að Canvas geymir útgáfur, þannig að nemandi má skila aftur og aftur, þá geymir Canvas allar útgáfunar af verkefninu sem er svolítið gott, sem að er eitthvað sem Turnitin til dæmis hefur aldrei boðið upp á, það hefur alltaf bara skrifast yfir. Þannig að þetta er betra til dæmis í leiðsagnamat því að þú getur, og tala ekki um einhverja nemendur lokaverkefni, löngum meistararitgerðum eða einhverju slíku, að þá getur kennari veitt endurgjöf í gegnum forritið og svo skila nemendur betri bættir útgáfu og þú gefur aftur endurgjöf og hann skila aftur útgáfu, svo geymast allar útgáfunar og líka ritskipnir hlutfallin í hverju. Þannig að það er svolítið gott. Og það hefur líka verið vandamál með Turnitin raunar og þar kemur þú til dæmis inn á því þú ert að nota Moodle og það er að sama þar að það ef þið eru að nota Direct 2 pluginið í Moodlunni sem er líklara, þá getur ekki verið með hópverkefni, þú getur ekki nýttir hópvinnusvæðið í Moodle. En þú getur það með hinu pluginu, en þú þarft alveg að vita hvað plugin þinn skóli er með. En hérna í Canvas, að þá getur maður nýtt sér hópvinnusvæðið í Canvas fyrir þetta Plagiarism Framework. Þess vegna er það líka aðeins betra. Þannig að hérna getum við allan skoðað hvort maður vill freka nota. En þetta er svona helsta. Plagiarism Framework nýtir bara ritskipun og Turnitin, getur nýtt hópverkefni og geymir allar vistaðar útgáfur sem nemendur skila inn. Og svo hérna í hinum megin, þannig að svo skoðum við þetta hvernig það lítur út. Má við sjá. Við skulum fara hérna inn í Canvas. Og þar er mjög einfalt að virka þetta, alveg ofboðslega einfalt. Ef ég ýti hérna á verkefni, plussinn,
bara skýra einhverju nafni, bara eitthvað mjög hrátt, að þá sjáðu hérna að þegar ég set sko, sjáðu hérna, ég ætla að segja engiskil eða kannski bara á netinu og textafærsla, taka þetta upplæðnaskráir í burtu, þá sjáðu það kemur engin Turnitin valmöguleiki, hann ekki til. Og þetta fólk auðvitað, hvar kveikja á þessu Turnitin? Það vegna þess að þú þarft alltaf að velja upplæðnaskrár og þá færðu upp skoðun og ritstuld. Og þá einfaldlega velur hér Turnitin. Og síðan færðu hérna stillingamöguleika og algengast að velja hérna sem heitir Standard Paper Repository. Það þýðir það að þetta fer ofan í gagnagrunnin hjá Turnitin. Þannig að næst eftir ár og 2 ár og 3 ár þá safnast upp ritgerðir á þínum nemendum, þannig að þeir geta ekkert að skila gömlu ritgerðum sem svolítið kostur. Og til dæmis hjá okkur í Háskóla Íslands, þá hjúkrunarfræðideildin, þeir eru búin að gera þetta síðan 2012, það allar ritgerðir inni þar síðan árið 2012. Og þeir voru alveg því að nemendur voru oft að skila ritgerðum 2, 3 og 4 árum sko, frá okkur eldri nemendum. Það vandamál sem alveg úti núna. Og síðan velurðu hérna, ég vil athuga þetta miðað við nemendaritgerðir, ég vil láta sko alla vefsíður og svo bara allt útgefið efni sem með dúi-númerum, alveg pottþétt og kannski eitthvað meira. Vandamál okkar pínulítið að við eigum ekki, það mikið íslensku bókum og íslensku efni af því að við hefum ekki verið duglega að nota þessi dúi-númer eða stafræna dótið okkar, að það vantar svolítið mikið af íslensku efnaðinum. Þannig þeir alltaf að gera ráð fyrir því. Til þess bókið sem er að kenna, það ekki víst síðan inni. Og hérna getið þið svona excludað og ég mæli með því að vera ekkert að hafa bara þetta alveg autt. Og svo svolítið snudd, ef þið eru með nemendur sem eru að skrifa á ensku og ef þið eru að kenna ensku þá getið þið notað þetta ETS e-reader. Þetta verkfæri fyrir nemendur til að lesa yfir textan sinn. Hann skoðar enska málfræði, enskan stíl, allt, og þannig að þetta rosalega sniðugt fyrir það. Og hérna getur við valið sko hvaða skólastig, eins og til dæmis ef þú ert með framhaldsskóla, velur high school, háskóla advanced, og hvort það sé bæði breskt og bandarískt og svo hvað þú vill láta tékka. Maður hefur bara haka við allt. Þannig að þetta eitthvað sem ég mæli með að allan ef þið eru með nemendur sem að skrifa ensku þið notið. Og hérna látið ráðið því hvort að nemendur sjá skýrsluna eða ekki. Og þetta rosalega gott verkfæri til að hjálpa nemendum til að bæta skrifi sín, þannig að bæði það að hafa hérna svona tafalaust að þau sjá skýrsluna strax og svo að þau megi skila hérna ótakmarkað, skila aftur og aftur. Það svolítið sniðugt, þið sjáðu allar útgáfunar, það geymast. Þannig að ef þið sjáðu að einhver bara virkilega fyrst að setja inn 100% texta, þá sjáu þið það. Þannig að þetta eru svona, helstu stillingarnar í samtíð við þetta og sjá hvað þetta einfalt. Bara þegar maður býr til verkefni, njú verkefni, og eina sem maður að passa upp á hérna að segja ekki að takmarka neitt, að það eru upplæðna skrár sem ég vil nota og þá fæ ég Turnitin og get sett stilt inn. Og svo geymur hún stillingarnar þínar, þannig að næstu ferð inn þá farið sömu stillingar hvað sem síðast. Og ég var til dæmis að tala við eina konu í morgun og hún kerði lokaritgerð nemenda, hún búin að fara yfir litla ritgerðir alla önnina, en hún lét lokaritgerðina fara inn og hún búin bara að komast að því og þá kom í ljós að 2 nemendur voru með ritstuld og þá kerði hún öll verkefni frá öðrum nemendur minn sem hún hafði ekki skoðað önninni og það kom í ljós að hún var með 80-90% ykkur einasta verkefni sem hún var búin að gefa einhvernig fyrir alla önnina, hafði ekki hugmynd fannst þetta ægilega fínn texti á nemendum. Þannig að ef þið mögulega getið, notið þetta. Þannig að erum kannski aðeins að sýna ykkur líka bara örstutt hvernig ef þið ætlum að nota hitt-tólið, þá fer ég í plúsinn. Og hérna vel ég þá, í staðinn fyrir að velja tegund skila, þá vel ég á netinu, þá vel ég ytratæki. Þannig annarkvort velur maður bara hafa þetta á netinu og þá maður að nota Canvas
eða ytratæki og þá fer maður algjörlega í Turnitin umhverfið og velur svo hér Turnitin. Maður þá ekki að nota speedgrader? Hann Það sem ég sýndi áðan, já, það alveg. Þá notar speedgraderinn, en þarna notar endurgjöfina inn í Turnitin. Okay. Þannig að þetta eiginlega meira fyrir þá sem eru með, sem að eiga svona hraðathugasemdabanka, búin að koma sér góðum athugasemdum og eru með að nota þarna eiga kannski Turnitin-rúbriku en það mjög auðvelt að breyta henni í Canvas-rúbriku þannig að það ekki ástæða. Þetta eiginlega bara fyrir þá sem að eru með hraðathugasemdabanka og eru bara svona háðu í kannski að nota Turnitin mikið. Já, okay. Finnst það betra en þá skilja þessi einstaklingsverkefni. Já, ég skil, já. Þú getur ekki nota hóp, þannig að þú ert miklu betur settur hinum megin, getur hópverkefni, vistar allar útgáfur, þarna vistast ekki allar útgáfur en það eina sem þú tapar þessi hraðathugasemdabanki sem að ég ætla ekki að neita að ég sakna mjög mikið. Ég búin að koma upp rosalega góðan svoleiðis banka. Þannig að já. Þannig að þetta svona pínlítið öðruvísi en já. En þannig að þess vegna erum við að leggja kannski meira áherslu á að við séum að nota í háskólanum þetta plagiarism framework vegna þess að þá nýtum við Canvas í endurgjöfina, getur nota alla eiginleika Canvas. Það eina sem við fáum til viðbótar ritskýrun. En nú þetta allur gangur á, margir að fara þessa leið eru svo að því að þú getur að gefið einhvern inn í, það það sem ruglingslegt því að Feedback Studio stórt verkfæri þar sem að þetta allt svona samhangandi en einhvern skila sér ekki yfir í Canvas. Þess vegna betra að nota plagiarism framework. En ef við notum það sem ytratól þá skila einhvern sér yfir. Þá ertu ekki að nota speedgrader. Þannig að þetta svona ekki hugsað sem námskeið, meira svona bara aðeins kynninga og mismunun á þessum viðbótum. En svo verðum við með námskeið frá með janúar. Svona eftir að nú kannski að því við erum búin að innleiða Canvas í Háskóla Íslands og þar allan að verðum við með námskeið fyrir kennara. Þegar svona, eins og það engin ástæða til að nota þetta ekki. Þetta bara núna, maður með Canvas-skilahólf, maður kveikir á þessu, þá færðu prósentuna og getur alltaf opnað skjalið inn í Turnitin, sér hvar prósenta liggur og af því að það mjög leiðilegt að komast að því að þú ert að gefa kannski fullt hús fyrir verkefni sem 50, 60, 70, 80% stólið. Og nemandinn þá ekki stoppaður heldur strax af því að og þannig að hann getur tekið sig á og bara, þá jafnvel að falla í þegar svona kemur upp þá fyrir við að skoða öll verkefni og þá kannski kemur ljós að bara allt sem hann hefur að gera á önninni bara ekki rétt Þannig að það miklu betur að koma fram strax í litlu verkefnunum. Þannig að allan ef þið hafið aðgang að Turnitin í ykkar skóla, framhaldsskólum og háskólum, notið þetta. Bara mín ráðlegging til ykkar. Og hjálpi líka nemendum, leyfið þeim að skoða textana sína og skila aftur því að langmest af ritstuldi sem við erum að sjá ekki viljandi ritstuldur, það óvart ritstuldur. Að bara einfaldlega vegna þess að nemendur eru bara lélegir í akademískum skrifum, þannig að það má nota þetta svo auðveldlega til að hjálpa nemendum og sjá hvernig þeir geta sjá hvernig hvar þeir geta bætt sig. Þannig að núna hverjir ætla að nota Turnitin í framtíðinni? Ég viðurkenni, ég saknaði þess núna þegar ég hef verið að fara yfir núna miðað við þess frá í vor þegar ég prófaði það þarna einu sinni. Og þegar ég prófaði þetta þarna einu sinni þá var greinlegt að einhverjar nemendum voru vanir að nota það og voru að senda mér hvaða prósentu miðað þú við að þú ert eitthvað og gerir athugasemdir.
Þannig að þau voru líka að nota af eigin texta, þannig að þau voru alveg meðvituð að nota þetta. En hvað segirðu samt við prósentu? Hvað er svarið? Ég sagði bara að sko þegar þetta væri undir 20 og þeirra eigin. Já, ég get alveg sagt að ég sé 4% verkefni sem var með 4% sem var pjúra stuldur. Okay. Mjög slæmi stuldur. Og ég sé 40% verkefni sem var í lagi. Já. Þannig að prósentan bara... Prósentan hefur ekki allt að segja. Okay. Skiptir engu máli. Gott. Og það er þetta mjög algengt að vita. Já, þannig að þetta er auðvitað hlutfallið af, ef þú ert með 1000 orð og ert með, segjum 15%, þá er það 150 orð sem er einhver samsvörun við. En það er ekkert víst, hún liggi saman. Hún getur verið 5 orð hér og 6 orð hér og svo er heimildaskráin, beina tilvitnanir, þannig að það er alveg algengt að sé 15-25%, þetta er mjög algengt að sé sem að sé mest af því þá ertu með þennan almenna, Já, en það er líka með heimildaskrána að sjá samsvöruna við heimildaskrána er líka stundum svolítið gott og líka fyrir nemendur er ég að gera heimildaskrána örugglega rétt. Það er ólíklegt að einhver sé að gera sömu vitleysu og þú. Ef þú færð alveg lita alla heimildaskrána, það er mjög líklegt að þú sért að setja hana rétt fram. Þannig að það eru svona hluti sem að maður getur nýtt þetta forrit í. Akkúrat. Og við þurfum svona kannski að venja okkur aðeins meira á. Og ekki að kannski í meistararitgerð eða jafnvel í bakkalárritgerð að nemandinn kannski búinn að komast upp með allan tíman að vinna ákveðin hátt og svo er hann bara allt einu sagt að henni bakkalárritgerð þetta er ritstuldur og hann er búinn að gera þetta gegnum 3 ár. Enginn hefur sagt orð. Það er ekki gott. Nei. Þannig að, já. Er þið með svona einhverja spurningar eða eitthvað svona sem eru að velta fyrir ykkur í sambandi við þetta? Nei, þetta var bara mjög fínt. Takk. Veist þú, Sunna, hvaða plugin þið eru með í ykkar skóla? Verkmenntaskólanum? Nei, ekki núna. Ég fekk bara kynninga á þessu, ég byrjaði bara núna í haust og fekk kynninga á þessu bara núna fyrir ekkert rosalega lengur síðan, sko. Bara ákveðin ég að nota þetta eftir áramót, það var svo sem komið lengri í því, sko. Já. Það hafa sumir framhaldsskóla verið að setja upp fleiri hitt-pluginni líka út af hópverkunum. Já, eins og segir það, þá komast það í. Já, þannig að þeir eru allir að koma á hamingjustundinu á eftir. Já. Ég ætla að koma. Vantar kampavinnið, er það ekki? Það myndi allir koma. Heyrðu, já, ég sé svo mikið ástæða til að vera lengi í þessu, nema eitthvað sérstakt sem ég get fundið raunar einhverjar svona kannski skjámyndir til að sýna ykkur ef þið viljið sjá eitthvað aðeins meira. Ég væri mest gaman að sýna ykkur alveg inn í notkunina en af því ég var ekki búin að gefa mér tími að klippa út nöfn og svona. Get ég ekki sýnt ykkur á mikið En maður sjá. Ég var að klippa út, ég held að nafnið sést ekki hér. Til að sýna ykkur sem dæmi til dæmis. Sjá. Þetta er dæmi, til dæmis hérna var ég að skoða með kennari í morgun, þar sem er 35% samsvörun og sjáu þetta. Sjáu þetta ekki. Fáðu ekki upp svona match. Skrítið. Áttu ekki bara til að deila skjánum? Ég held ég hefur búin að... Já, ok. Kemur það. Þarna kom það. Ok. Jæja, heyrðu, þannig að þið sjáu, þetta er nemandi sem að er að taka þetta raunar af Wikipedia síðum sem var alveg stráklega bannað að nota en sjáu hvað hann er að taka ofsalega mikið beint upp. Þannig að spurningin er einmitt, hvað finnst ykkur, er þetta viljandi eða er þetta bara svona illa skrifað? Það sem hann er að taka, er það sem er rauð lit? Já, þið sjáuð til dæmis hérna, þið sjáuð hérna stendur 1 við, og þá er þetta hérna Wikipedia. Hérna er 5,
þá það hérna einhver nemendapappír frá Kingston sem að líklega Wikipedia, giskuðu á. Þannig að hérna sérðu hvaðan og svo getur maður brotið þetta niður alveg nákvæmlega til hliðar. Þannig að þetta þetta svona bara, af því þetta svo ofsalega nærtækt dæmi af því að ég var búin að vera að skoða þetta, maður sjá, hérna annað. Hérna sjáðu niðurbrotið kannski, sýningu það. Þetta niðurbrotið. Þetta sama. Og hérna sjáum við sko eins og Wikipedian að það sami textinn oft sko. Þannig að en samt 15%. Sjáðu. Sjá hversu eitthvað meira. Hérna sjáðu þið að maður getur séð textan í orginalnum. Í orginal, já. Og maður getur, og maður sem ítrýna bókina hérna sjáðu til hliðar, þá getur fengið textan alveg niður. Sem svolítið þannig að oft svolítið þægilegt upp á að maður að leita að. Hérna ætla að sýna ykkur Canvas, þetta úr Canvas. Þetta úr SpeedGrader. Ég veit þetta sjáu þetta nóg vel. Þetta smátt. Svolítið smátt. Ég að sér allir skjánum á okkur nefnilega. Það að sér að preview á okkur. Það sjá. Hvort ég get það. Nú sér ég preview og ég þarf að minnka skjáin samt. Nei. Svona. Hérna sjáu þið til dæmis sko að þetta sýnir SpeedGraderinn okkur og þá verkefni sem þessi nemendur að skila að það 5% samsvörun og ef ég smelli á 5% þá myndi það opnast og ég get skoða nákvæmlega hvar samsvörun liggur eins og þessi texta sé að sýna ykkur áðan og svo erum við núna að fá rosalega mikið af spurningum út hvað þetta upprópunarmerki og þið sjáuð sko fælinn, þetta JPEG. Þannig að það ástæðan fyrir því að þetta ekki textaskjal og törnundin getur þar alveg ekki lesið. Já. Þannig að, og svo sjáu þið líka hérna, sem svolítið sniðugt, sem ég var að uppgötva í Canvas, bara í gær, að það það smellin á takka sem heitir skila aftur törnundin. Það gerist nefnilega stundum að það var til dæmis á menntaðarsviði var námskeið sem hafði gleymt að kveikja törnundin og ég held að það hafi nú alveg liðið 12 eða 13 tímar eftir þau settu það inn, þá kom þessi takki. Það gerist ekki alveg strax. Og þá gátu þið farið inn á hvert einasta verkefni, þetta voru alveg 60-70 nemendur og ítt alltaf á skila aftur törnundin, þá gátu þið skilaði inn. En þetta var möguleiki sem var ekki hægt í hvorki í Moodlunni eða törnundi.com. Þannig að það svona, eins og sjáðu hér, ég þarf líka að sér að öðrum skjá á okkur þá. Þannig að kallum við með að sér ekki. Þannig að þó maður kveiki ekki á því strax þegar maður býr til verkefni, þá það hægt. Þá verðist það vera hægt. Ég mæli ekki með að gera það. Nei, ég bara ekki snertið. Já, en þú getur gert það núna, já. En sjá hérna til dæmis, þetta til dæmis típist dæmi. Þarna hennar PDF-skjal sem að spurningar, þetta mynda-PDF eða þetta texta-PDF? Og það stundum svolítið vandamál vegna þess að við vitum ekki hvað þetta Og ef það væri sko mynda-PDF þá getur törnundin ekki lesið það. En ég ýtti eins og þessu tilfelli, þessi kennari vissi þetta fekk þessa klukku hérna. Og þá gat ég spelta þennan takka skil aftur törnundin eða kennarinn gæti auðvitað gert það sjálfur. Og þá og þetta verkefni fór svo inn, út af einhverju það hafa það ekki farið inn. Þannig að ef maður fær svona klukku við þá getur maður skila aftur inn. Þannig að við erum að uppgötva svona alls konar, eða ég að uppgötva og við bara alls konar svona lítil atriði sem öðruvísi í Canvas sem hafa ekki verið til áður. Og í einkunnabókinni, kannski eitt í viðbót, tíminn okkar raun að búinn, en ég sýni ykkur eitt í viðbót af því að hvernig það lítur út í einkunnabókinni, af því að við erum allavega að fá svolítið mikið af spurningum líka það núna hjá okkur í kennslumiðstöð. Hérna,
já, ég klippti þetta bara út, þannig að þið sjáu bara því miður eiginlega allt dótið mitt. En í einkunnabókinni sjáu þið einkunnar og sjáu svona liti við. Og litinir standa fyrir ákveðin hlutöll sem ég er ekki alveg viss hvað er í Canvas, ég hef eftir að skoða. En við fáum gulan, grænan og rauðan. Og allan ef það kemur rautt þá þarf maður alveg pottþétt að skoða. Ég mæli nú alltaf með því samt að skima textan. Og svo hérna er auðséð að hérna hefur skjalið ekki verið skilað skjalið sem ekki hægt að lesa. Og hérna líka, sjáðu það svona upprópunarverki. Og þessi klukka því það er ennþá í vinnslu. En þá getur maður þurft að fara í smella aftur á hann og takka, farðu og lestu aftur. En hérna eins og þessu tilfelli að það voru þessi verkefni, það voru þessi 4-5 verkefni. Fyrsta var ok og svo komu svona voru að skila þessu JPEG-myndum. Og þá tekur hún bara síðasta, þannig að þetta er svolítið villandi það sem maður sér í einkunnabókinni. En þið sjáu að svona, já, þetta er svona margt skemmtilegt við þetta. Litir og svona, en við erum líka svona eins og svolítið að uppgötva hvernig þetta virkar inn í Canvas. Það er hellingur að læra. Ég ætla að fara að sleppa ykkur því að við getum fara að mæta á hamingjustundina, tekið smá pásu fyrir hamingjustundina, fyrir það sem ætla að koma þangað. Voru allir örugglega búin að segja hverju þið væru í spjallarabann? Vona það, allan ekki bara einhverja spurningar í lokin. Bara takk fyrir. Bara takk. Já, sömuleiðis, bara takk fyrir að koma, gaman að sjá okkur. Gaman að heyra af þessu. Svo hafa námskeið verið þig seinna, Halla. Já, nákvæmlega, endilega. Kemur að því. Já. Heyrðu, já, takk, bless. Bless.